í 6. dagskrárlið og leggjum frá fundargerð forsætisnefndar frá því 18. október og 1. nóvember, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá því 25. október, fundargerð mannréttindaráðs frá því 21. október, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 28. október, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 30. október og fundargerð velferðarráðs frá því 24. október. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá mig langar til að bjóða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hingað upp til að kynna bókun undir 3. dagskrárlið. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bókun okkar svohljóðandi. Við hörmum að borgarfulltrúar Samfylkingar, Besta flokksins og Vinstri grænna skuli vísa frá tillögu að óskað verði eftir formlegum viðræðum við ríkisvaldið framtíðarfyrirkomulag heilsugæslunnar í Reykjavík með það að markmiði að þjónustan verði endurskipulögð í þágu notenda og að aðgangur að heimilislækningum sé tryggður. Þær viðræður við ríkisvaldið sem fóru fram í framhaldi af samþykkt borgarstjórnar 21. september 2010 fóru út þúfur og því eðlilegt að borgarstjórn óski að nýju eftir viðræðum nú þegar ný ríkisstjórnin komin til valda. Það lýsir miklu metnaðarleysi að borgarstjórnarmeirihlutinn kjósa að fresta slíkum viðræðum þar til ljóst verður hvernig yfirstandandi mati lyktar vegna annars máls, það yfirfærslumálefna fatlaðra. En miðað við núverandi stöðu liggur niðurstaða þess mats í fyrsta lagi fyrir vorið 2014. Slík frestun ekki í neinu samræmi við þann vanda sem við að etja í málefnum heilsugæslunnar. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að boða bókun undir 3. dagskrárlið. Þá kemur hingað upp borgarfulltrúi Björn Blöndal og boðar bókun Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins undir 1. dagskrárlið. Já, forseti, borgarfulltrúar. Ég kynni hér bókun vegna fyrsta máls á dagskrá. Hún hljóðar svo: borgarfulltrúar Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins samþykkja að fallast á erindi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur tengingu borholna í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun. Þessi kostur farsælastur af þeim sem standa til boða. Þar með verið að nýta gufu úr holum sem þegar hafa verið boraðar. Framleiðslugetu Hellisheiðarvirkjunar haldið við. Ekki þarf að kaupa viðbótarorku frá Landsvirkjun fyrir 100 milljóna á ári og betri upplýsingar fást afköst Hverahlíðar og hegðun jarðhitasvæðisins í heild. Þetta því skynsamleg og ábyrg leið til að leysa vanda sem upp komin. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að kynna bókun undir 1. dagskrárlið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið. Ein bókun eftir undir öðrum dagskrárlið. Afsakið þetta. Þá mun Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi boða bókun undir öðrum dagskrárlið. Forseti, borgarfulltrúar, hér kemur okkar bókun undir þeim dagskrárlið. Pólitísk sátt að stuðla að uppbyggingu leiguíbúða og fjölbreyttari húsnæðismarkaði í Reykjavík. Sjálfstæðismenn sakna þess að ekki séu svör við grundvallaratriðum í þeim tillögum sem fyrir liggja. Þau atriði lúta að því á hvaða forsendum á að semja við leigufélög og með hvaða aðferðum og eða fjármunum á að halda leiguverði niðri sem forsendum þess að ráðið sé í sértækar aðgerðir. Ljóst að mikil vinna framundan við útfærsluna og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka að hún hefjist sem fyrst. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við að lesa bókun undir öðrum dagskrárlið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið. 14 mínútur yfir 6. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.